Þetta splunkunýr Ford Kuga frá Brynborg. Þetta plug-in hybrid bíl sem þýðir það að honum stungið í samband við rafmagn, en það líka bensínmótor í honum. Hann með 225 hestafla sameiginlegum vélum, bæði rafmagnsmótor og bensínmótor, og hann ekki að eyða nema kannski 4 til 4,5 lítra á hverja 100 km. Við erum bara búin að keyra bílinn í smá tíma og við sjáum að þetta eyðslan, en það þetta komin í neðar. Ford gefur upp að þessi bíl eyði í kringum 2 lítra á 100. En ef þú keyrir hann í blönduðum akstri fram og tilbaka í bænum yfir heilan dag, þá ertu kannski í 4,5 til 5 lítrum á 100 km. Og ef þú ekkur bara á rafmagninu einu saman, þá kemstu 56 km. Og ef við hugsum út í það að meðal Íslendingurinn aki einhvers staðar í kringum 40 km í borgarakstri á degi hverjum, að þá dugar þetta vel yfir daginn. Já, Fordinn gríðarlega huggulegur. Við horfum hérna á þennan bíl og hugsum með okkur, hann eitthvað lítill eða hann frekar stór eða hvað finnst okkur? Þetta svona, gæti verið eins og aðeins upptogaður Ford Focus kannski, eitthvað svoleiðis. En stærðin á þessum bíl, hún talsvert meiri heldur en á gamla Ford Kuga bíl. Þessi bíl, hann 4,6 metrar á lengd, hann 883 millimetrar á breiddina, en hann aðeins lægri heldur en gamli bílinn. Það til þess að gera hann eflaust pínu sportlegri. Hann kemur á 18 tómu felgum standard og hann til í 3 útgáfum. Hann til í Titanium, Titanium X og Vignale. Og það mismunandi búnaður eftir hverri gerð, en grunnútgáfan ákaflega vel útbúin. Þetta framdrifsbíll og hann gengur bæði fyrir rafmagni og bensíni. Já, mjög fínt pláss hérna aftur í þessum nýja Ford Kuga frá Brynborg. Maður finnur það alveg ef maður sest inn í hann, hurðirnar opnast vel, þú sest inn í bílinn, ekki ofan í hann. Það ákaflega gott fótapláss hérna og fæturnir renna hérna undir framsætin sem gerir setuna hérna mjög góða. Þau ekkert sérlega djúp sætin, en þau halda alveg þokkalega vel við hérna undir nefspæturnar, og það sem meira að þú getur fært sæti hérna á sleða fram og tilbaka, og það líka hægt að halla sætunum aftur, og hér sko þægilegt að sitja. Höfuðplássið alveg nægt. Það sýnir ykkur það eins og það væri, ef maður sæti í sætunum eins og ég settist inn í bílinn, þá höfuðplássið alveg fínt hérna aftur í. Já. Hann kemur á óvart þessi bíl. Manni finnst hann vera minni þegar maður sér hann í fyrsta sinn, en hann bæði breiður og hann alveg nógu langur til þess að vera með mjög gott pláss hérna fyrir aftursætisfarþegana. Já, við erum að horfa hérna aftur í splunkunni af Ford Kuga. Skottið, það rúmar 405 lítra. Aftursætin hérna, bökin niðurfellanleg 40-60. Það alveg slétt hérna gólfið. Þú hleður ekki ofan í hann, þú hleður alveg beint inn í hann hérna. Svo náttúrulega þetta opna hérna, og hér bæði tjakkur, það fullvaxið varadekk með þessum bíl, og svo öryggisþríhyrningurinn hérna fyrir aftan. Og með bílnum þá fylgir millistykki í hleðslustöð, hleðslukapall sem hægt að nota heima. Það 12 V tengi hérna, allavega hérna megin, og það hægt að fella niður sætin hérna inn í bílnum, þannig að gólfið nánast flatt. Já, nú erum við 16. stýri og ætlum aðeins að taka í gripinn hérna. Og mér langar fyrst aðeins að sýna ykkur hérna eins og Ford samskiptakerfið sem mjög þægilegt. Þetta snertiskjár hérna. Hann allt í lagi, hann ekkert mjög snappi eða snöggur, en það mjög auðvelt að leiða sig í gegnum þetta kerfi. Það
það tiltölulega einfalt að fikta í þessu, þannig að maður þarf ekki að hafa neinar áhyggjur og maður týnir sér einhvers staðar í einhverju rugli. Hérna útvarpið og það hægt að hækka og lækka og tjúna inn hérna. Það myndavél hérna framan á honum sjóði og það hægt að sjá hérna sem sagt þrengra view hérna sikkur megin við bílinn og síðan miðstöð hérna líka tvívirk hérna og hún með tökkum sem líka mjög þægilegt, þannig að maður þarf ekkert að vera að fikta í skjánum á ferð. Nú, þetta gírnobbinn hérna og við bara setjum hann í D og ökum af stað og við erum í sportstillingunni. Aðeins að finna hvað hann snöggur og þægilegur í þessari stillingu. Maður finnur alveg að við vorum að keyra hann áðan bara í normalstillingunni og þá hann bara svona mjúkur og þægilegur, svarar manni samt mjög vel og stýrið ákaflega þægilegt. Það svona smá jeppafílingur í stýrinu eða jepplingsfílingur, það ekki alveg lauflétt, það svona smá mótstaða sem bara mjög þægilegt og nú erum við að ég finna að hann mikið sneggri í þessari sportstillingu og það alveg gríðarlegt afl í þessum bíl. Þetta líka 225 hestafla mótor í þessari bifreið, þannig að við erum að fá fullt af afli og hann togar líka mjög vel, hann að toga 200 Nm, þannig að það ákaflega skemmtilegt að vera við stýrið á þessum bíl. Hann lægri heldur en forverinn, hann örlítið lægri og hann til dæmis mjög svipaður að stærð og nýji Toyota RAV og hann líka hann aðeins, maður finnur að hann aðeins breiðari þessi bíl og maður situr mjög vel í honum. Það fer vel mig sem 1,90 á hæð og sætin í honum eru mjög þægileg. Maður finnur að þau ná svona þokkalega vel hérna undir hnésbæturnar. Það hægt að stilla þetta alveg fjölmarga vegu, að hækka og lækka sætið báðu megin í bílnum og það sem nú erum við til dæmis að keyra hérna á svona í eldri hverfi bæjarins og nú fer ég hérna yfir hraðahindrun. Þetta alveg að gera sig. Það bíllinn ekki hastur fyrir fimmur, hann heldur ekki mjúkur, hann bara stinnur eins og hann á að vera. Og við erum bara að þvælast hérna gamla bæinn og maður, við erum að tala að þessi bíl sé að fara með í bæjarakstri, þá sé hann að fara með svona kannski 4,5–5 lítra á 100 km. Nú ég mun keyra hann til Keflavíkur á eftir því að ég bý þar og þá ég vissum að við erum kannski að eyða svona kannski 2–3 lítrum á 100 í blönduðum aðstæður, þar sem ég keyri bæði á rafmagni og bensíni. Að sjálfsögðu þetta stilla hann bara á rafmagnsakstur og þá kemst maður 56 km á einni hleðslu og það ætti að duga manni vel í bæjarakstri á einum degi. Þannig að rekstrakostnaður á svona bíl, hann mun lægri heldur en á sambærilegri stærða bílum, öðrum svona jepplingum sem eru þá með brunavélum. Það sem kemur manni kannski mest á óvart með þennan bíl og kannski niðurstaða okkar í þessum reynsluakstur að við fyrstu sýn þá finnst manni bíllinn vera svona frekar bara lítill, bara svona eins og kannski aðeins bústaður hérna Ford Focus, en þegar maður sest inn í þetta og byrjar að keyra þetta þá finnum maður hversu rúmgóður og þægilegur þessi bíll að öllu leyti og hann dúndurkraftmikill, hann á góðu verði og við mælum með honum. Þetta góður kostur.